Svavar, ertu sáttur með sigurinn á FH í dag? Já, ég er mjög sáttur með sigurinn og hérna þetta var svona spútningliði í deildinni FH, búin að standa sig alveg ofboðslega vel og eins og ég segi þær voru í 3. sæti og við í 4. þannig að þetta var mjög góður sigur. Hvað var það sem skóp sigurinn hér í dag? Við skorum fleiri mörk heldur en þær en ég meina við fáum 4 mörk á okkur í seinni hálfleik. Það er náttúrulega ekki vanlegt til árangurs fyrir það að skora ekki fleiri en 4 mörk. Við náttúrulega erum með fína varnarmenn og hérna í raun og veru á þéttu við aðeins, við töluðum það í hálfleik að þétta aðeins með línumanninn, það er með mjög góðan línumann og voru að láta hann mikið fá boltan, svo náttúrulega fyrir aftan erum við með Flóru og það sem að skóp kannski sigurinn er góð varnarvinna og Flóra. Þú lítur að vera gríðarlega sáttur með Flóru, hún ver 23 bolta inn í dag. 23 bolta í dag, 30 bolta í síðasta leik. Þetta er bara ómetanlegt fyrir öll handboltalið að hafa svona markmann. Þú spilar á mjög fáum leikmönnum, það lítur að vera erfitt í lengdar. Já, það getur verið erfitt í lengdar og hérna við vonum að breiddin aukist áramótin ef við fáum inn Ester Óskarsdóttir í sæmilegu standi. Það sem voru á bekknum voru 2 15 ára gamlar, 3 16 ára gamlar. Þannig að ég tel þær ekki alveg tilbúnar í svona leik en við unnum leikinn og það er það sem skiptir máli. Ertu sáttur með byrjunin á tímabilinu? Já, fyrir utan Gróttuleikinn sem að við vorum bara stálheppnar að ná stigi. Þá er ég sáttur, við erum svona stígandi í okkar leik eins og við átti von á. Við byrjum seint, eins og ég hef sagt áður og hérna við byrjum seint og erum svona að slípa okkar lið saman. Valur og Fram er ennþá með langbestu liðin og eiga mikið hrós skilið fyrir þá vinnu sem að þeir eru búin að búa til. Í raun og veru er það Valur og Fram sem er að lyfta standardum á íslenskum handbolta og við hin liðunum erum bara að gera okkur í brók og reyna að gera betur og það er það sem við erum að reyna að gera. Takk fyrir.